Einmitt, Luxemburg, það staður sem kemur oft upp í allri umræðinni. Og þar voru og eru þessi snillingar alltaf að þvælast. Og hér var Landsbankinn, í þessu líka fallega húsi. Glitnir. En þeir flagga ennþá. Þráttur að sé búið að breyta nafninu úr Glitnir í Íslandsbanki. Þá flagga þeir hér ennþá í Luxemburg. Já, ári eftir að búið að loka bankunum, konum í hendurnar á skilanemnd, þá flagga þeir bara fínt í Luxemburg. Já, og húsið tómt. Og hér var Kaupþing, en nú heitir þetta Bank de Havland. En það má nú til gamans geta það. Ég labbaði nú þarna innrétt á þaðan og annar hver maður þarna sem starfsmaður þarna talar íslensku. Þannig að það er í raun og veru bara held ég orðið bara nafnabreyting á þessu. En það einhverjar ádeilur það hvort að þegar þetta var selt út úr þrotabúinu að það hefði eitthvað verið svona skrítið við þessi kaup og sölu á þessu. En hingað streymdu peningar og að því mér skilst þá fóru þeir héðan til einhverja eyja eins og Aflandseyja eins og Tortóla og fleiri staða. Þessir bankar eru komnir á fullt í Luxemburg fyrir og 2000. Þannig að grunnurinn er algjörlega lagður. Þannig að það er ekki bara það að Landsbankinn hafi verið einkavæddur og þá hafi þetta allt farið af stað. Þetta hafði gerst áður, þannig að viljinn til þess að koma þessari þjónustu af stað var þegar fyrir hendi. Eru bankar áður en þetta gerist, sem sagt bankar í eigu ríkisins, eru sem sagt lagðir á stað í það að stofna félög til þess að komast hjá skatti. Bankar, lögfræðingar, endurskoðendur hafa þjónustað efnaða einstaklingar, skulum við segja, eða fólk sem átti eitthvað aflögu og bent þeim á leiðir til þess að koma peningum undan skatti. Já, það verður víst seint sagt að maður hafi fundið einhverja peninga í þessari ferð. En það held ég að peningarnir séu í ónefndum banka í Luxemburg sem lá svo rosalega mikið á að selja út úr ónefndu þrotabúi. En hvað veit ég er svo sem bara leikmaður á þessu sviði. Hvað varðar þessi skattaskjól, þá er lærdómurinn þessi. Meðan ríki eins og Bretland, Bandaríkin og Ísland leyfa að fyrirtæki sem eru með starfsemi í þeirra löndum skrái lögheimili sitt á eyjum eins og til dæmis Tortóla eða bara hreinlega í Luxemburg eingöngu til þess að komast hjá því að greiða skatt. Nú, þá verður þetta bara svona. Þetta er sem sagt allt löglegt en svona freka siðlaust. Því að þessi fyrirtæki þau þiggja alla þjónustu sem að þessi ríki veita þegnum sínum en gera samt allt til þess að reyna að komast hjá því að greiða skatta. Sem sagt, þau vilja allt fyrir ekki neitt og takmarkið er að borga alls ekki skatta. Sko, ekkert af þessu væri hægt ef almenningur léti í sér heyra, mótmælti og setti fram kröfur að þessu verði breytt. En spurningin er alltaf samt sem áður. Hvernig getur heil þjóð, Íslendingar eða Ísland, lent í svona rosalegum ógöngum, komið sér svona svakalega illa á alþjóðavettvangi og hvernig getum við komið í veg fyrir að þetta gerist aftur?